Við skulum rekna dæmi 2 á upphitunarverkefni númer 2. Æja, þetta hefst á því að við erum að skoða Gettu betur þar sem að keppa 32 lið í fyrstu umferð og hver eru líkurnar á því að FMOS keppa mútið Borgó. Ok, Borgó er einn möguleiki á liði sem að FMOS keppur á múti og hversu mörg af hvað eru mörg lið sem að FMOS geti hugsanlega keppt á múti. Þau eru 31 er það ekki. Það eru 32 lið í heildina og FMOS er náttúrulega eitt af því og FMOS keppur ekki við sjálfsig. Þannig að líkindin, við skrifum það þannig, eru þá 1 á móti 31. Það er að segja þessi atburður á móti heildar möguleikum. Ok, 2. Þar eru við með líkindin á því að lenda á einu af 4 efstu sætunum, efstu liðunum þar að segja. 4, þannig að þetta eru 4 möguleikar af 31. Það er líkindin eru 4 31. Lítur að vera. Ok, fljóta afgreitt. Þriðji liðurinn, hann verður með vestavesinu fyrir okkur. Hvað eru margar útkomur út úr fyrstu umferð í heild? Ja, í fyrsta lagi þá þurfum við að rifja upp aðeins hvernig við skoðum hvað er hægt að velja fólk saman í svona útsláttarkeppni í fyrsta lagi. Það er oft gott að hugsa sér einfaldara dæmi. Hugsum okkur að við séum bara með, segjum 4 lið, kallum þau A, B, C og D. Ok, og nú ætlum ég að velja þessi lið saman hérna í keppni, úrslitakeppni. Ok, fyrst hugsa ég, ok, hér er ein keppni, ég get valið A og síðan eitthvað lið á móti A. Þá hef ég hvað margar? Þá get ég valið eitthvað og hvað hef ég margar möguleika að velja þar? Ég hef 3 möguleika. Segjum að ég hafi valið C, ok, og síðan velj ég eitthvað, síðan þarf ég að velja hérna keppnina, B keppir á móti einhverju sem er eftir, það er bara D eftir, þannig að þar hef ég 1 möguleika. Þetta var nú ekki nú áhugavert, skoðum hvað þau veitir A, B, C, D, E, F. Prófum þetta bara svona, þó yfirleitt séð. Þannig að hugsaum okkur núna, ég ætla að velja eitthvað sem að keppur á móti A og hvað hefur marga möguleika? Ég hef 5 möguleika, eða ekki? Ok, og síðan veljum við einhvern sem að keppur á móti einhverju öðru liði, segjum að við höfum valið C hérna, þá eigum við eftir að velja einhvern á móti B og hvað hefur marga möguleika þá? Þannig að þá er ég búinn að taka hérna 2 lið út, þannig að þá eru bara 4 hérna eftir, þannig að það eru 3 möguleikar hérna. Ok, og síðan segjum að ég hafi valið hérna E, ok, þannig ég er búinn að velja A, B, búinn að velja C, búinn að velja E, þannig að eftir hlýtur D að keppa múti F. Ég hafði ekkert val hérna. Þannig að, ok, hérna var auðvelt að sjá að heildarmöguleikarnir voru 3, en hérna eru heildarmöguleikarnir 5 sinnum 3 sinnum 1, sama sem 15. Jæja, og með þessari aðferð, þá fyrir við að sjá að þetta var ef við verum með 4 lið, hérna erum við með 6 lið, ok, 6 lið, allt í lagi. Og hugsaum okkur núna, hvað ef við erum með 32 lið? Já, þá þarf ég bara hef ég fyrsta liði og hvað hef ég marga möguleika til að velja eitthvað á móti því. Þannig að þá hef ég bara FMOS, veljum eitthvað á móti því, þá hef ég 31 möguleika til að velja eitthvað á móti því. Allt í lagi. Þá hefur við bara 30 lið eftir og vel eitthvað á móti 1, þá hef ég 29 möguleika, 27 sinnum bla 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 niður í
niður í 3 sinnum 1. Ok, þannig að þetta eru heildarmöguleikarnir á því að velja liðin saman. Af því að, já, við getum séð það hvernig þetta er hliðstætt þessu sem við gerum hérna. 5 sinnum 3 sinnum 1, af því að þeir eru með 6 lið, þannig að þeir eru með 32 lið, þá gerir ég 31, 29, 27 og svo framvegis. En já, allt í lagi, þetta eru möguleikarnir á að velja saman liðin, en hversu margir, þannig að, ok, merkju það inn, þannig að þetta hérna er vel liðin saman. En svo er spurningin, en spurt var hversu margar útkomur eru hægt að fá. Þannig að útkomunar, hugsaum okkur, við erum náttúrulega, núna hvað erum við marga leiki núna? Það eru 16 pör sem við völdum saman. Þetta eru 16 tölur hérna sem við margvöldum saman hérna. Þannig að úr hverjum leik hef ég 2 möguleika. Þannig að hugsaum fyrsta leikin á þessum 16, þá hef ég 2 möguleika. Fyrir annan leikin hef ég 2 möguleika. Og hérna, og svo sinnum 2, alveg hérna. Þannig að þetta hérna er 16 sinnum að því ég hef hérna 16 leiki sem er að fara að keppa í. Og þannig að þetta hérna eru úrslit leikjana. Já, þannig að þetta er leiðin hvernig við myndum reikna þetta, en það er svolítið erfitt að getum við skrifað þetta einhvern veginn þægilegar upp. Ok, ég halda því fram að þetta hérna fyrra, þetta gæti verið margfeldið í sama sem 1 upp í 16 2 í mínus 1 og þetta hérna 2 í 16. Þannig að svona getum við skilað þessu svari ef þetta á að vera eins snyrtilegt og hægt er.